ræddum svolítið áðan í fréttunum Akureyrarvökuna og bara hreinlega til að æra óstöðuðan hvað mikið í boði þar. En nú fáum við örlítið nánari svona útlistun á allavega listahlutanum, allavega hluta af þeim hluta. Til mín eru komin listafólkið Jón Borg Sigurðardóttir og Egill Logi Jónasson til þess að fara yfir sín mál. Verið velkomin í settið. Takk fyrir. Jæja, þið eigið aldeilis hluta í Akureyrarvöku þetta árið. Já, þetta svona okkar hátíð og bæjarbúa. Já. Þetta bara allir að njóta. Já, Akureyrarvaka svolítið svona bara í rauninu uppskeruhátíð listafólks. Já, og bara við erum svona sýnilegri á Akureyrarvöku og þá bara, þetta afmæli Akureyrarbæjar, þannig að þá komum bara bæjarbúar og gestir og gangandi og taka þátt og njóta. Akkurat, og býtum við, þú ert náttúrulega í forsvari fyrir, eða þú ert í hópnum Rösk. Já, ég listhópnum Rösk. Aha, og hvað hafið þið fram að færa handa okkur? Við höfum nú oft verið með skúlptúr úti. Já. Og við verðum með það núna á Akureyrarvöku. Núna heitir þetta Endurkoma og við erum að taka skúlptúra sem við gerum pappamassa oftast og erum að breyta þeim, þeir eru farnir í dulargervi eða fá einhvern annan svip, annan lit og alls konar svoleiðis. Og þetta verður þarna fyrir framan hjá okkur og það er sýningin, en svo erum við með opið inn á vinnustofu hjá okkur. Já. Frá 2 til 6, þess að fólk getur komið og séð vinnuaðstæðan okkar og svona spjallað og séð hvað við höfum verið að gera. Akkurat, og þetta er laugardeginum eða sundin? Þetta er laugardeginum, já. Þetta er laugardeginum, akkurat. Þannig að Endurkoman er vísurinn í sem sagt skúlptúrina sjálfa, það eru þeir sem að eiga... Já, og þetta eru svona þáttöku skúlptúrar oft, sem sagt, fólk getur mátað sig við þetta, verið hjá einhyrningnum með einhyrningshattinn og faðmaran og bara spegla sig svona í þessu og tekið selfie og eitthvað. Akkurat. Þannig að fólk getur komið og skapa minningar með fjölskyldunni. Algjörlega. Dásamlegt. Egill, þú ert með sýningu sömuleiðis, eller hur? Já, ég er að opna á listasafninu og það eru 3 sýningar að opna á laugardaginn, klukkan 3. Það er sýningi mín, Þitt besta ekki nóg, sýning Steinar Gunnlaugsdóttir sem heitir Blóð og heiður og svo sýning á safneign sem heitir Flæði formi eða formiflæði. Ok. Við erum svona búin að gulltrykkja okkur með að segja hvort tveggja þannig að það er allavega annað hvort rétt. Já, það er þessi orð. Ok, þitt besta er ekki nóg? Já. Ok, það uppörandi skilaboð, í hverju felst sú sýning? Er þetta skúlptúr, er þetta málverk? Þetta er mest málverk, svo er skúlptúr, það er einhyrningur einmitt líka. Og svo er vídeóverk og svo er smá tölvuprent. Og svo er líka svona músík eða smá tónlist undir í græjunum. Já, ok. Það er svona einhvers konar innsetningarspæling. Já, ok. En hvaðan þessi titill, Þitt besta er ekki nóg? Hver ertu? Why? Já, bara, þú veist, þó hlutir eigi að vera einhvern veginn, það það ekki, raunveruleikurinn, maður er búinn undir það, jafnvel þó maður hafa unnið ógeðslega mikið fyrir einhverju, þá kannski gengur það ekki allt upp. Og hann bara svona, erum við búin því. Já, þetta er ákveðin væntingastjórnun. Já, mikilvægt. Það er hope for everything, expect nothing. Það er ekki þannig sem þið segja á enskunni. Eitthvað svoleiðis. Akkurat. En þú ert líka með tónleika, var það ekki? Já, ég ásamt Ketilkaffi og listasafninu erum að standa fyrir tónleikaröð sem heitir Misingur, þetta eru 3. tónleikarnir og það síðustu sumar. Og þetta er í portinn á bak við listasafnið. Og núna á laugardaginn koma fram Drengurinn fengurinn, Teitur Magnússon og Dr. Gunni. Og þetta byrjar klukkan 5. Ok, wow. Þetta er alls konar. Yes. Já, þetta eru rosalega nöfn, en geggjað. Og þetta byrjar klukkan 5? Já, og það verður í boði grill og drykkir. Ok. Gegn vægu verði. Til dæmis missingshamburgari með missingi, Hvað segirðu? Missingshamburgari með missingi. Ok, ég misheyrði ekki. Missingshamburgari?
Já. Ok, einhver búinn að pröfukeyra þetta? Já, fólki finnst þetta gott, sko. En því, já, fyrirgefðu. En það er náttúrulega bara svo mikið að vera í gilinu. Já. Og það eru opnanir allstaðar. Hérna, myndlistafélagir, Já, það er að opna sýningu sem heitir Vaka ok. og það opnar á föstudagskvöldi klukkan 10. Og svo er náttúrulega bara, það er eitthvað í Kaktus og það er í Deglunni. Já, Sindri Leifsson og Jóhanna Rakel. Já, og við sem erum þarna í gilinu, þetta er náttúrulega bara ótrúlega flottur hópur Já. að bara bjóða upp á það. Já, ég minnst þetta bara dásanlegt. Þetta er svona karníval stemning. Algjörlega, og svo náttúrulega verður eitthvað, það verða einhverju fornbílar og alls konar að vera. Og tónleikar á einhverju, bæði neðan við gilið og á bílastæðinu og þannig að þetta er bara alveg frábært partí. Þetta er það, og, en sko þið hafið ábyggilega verið með að opna svona vinnustofu áður, þú veist að fólk getur komið og skoða það sem þeir eru að gera. Er þetta ekki alltaf skemmtileg? Ég meina þið hljótið að fá bara svona alls konar fólk sem að spyr ótrúlegustu spurninga. Algjörlega, og bara fólki finnst líka bara gaman að koma og sjá hvar listamaðurinn er að skapa og oft höfum við verið með örsmiður og leyft fólki að gera eitthvað smá og við erum ekki búin að ákveða einu sinni ennþá hvort að við verðum með örsmíð á laugardaginn, það bara kemur í ljós. Já, ok, það verður bara happening ef það sér. Og bara fólki finnst gaman að koma og sjá. Já, ég meina, og við erum 4 sem erum þarna og við erum náttúrulega ólíkar en þegar við komum saman og erum að vinna einhver verkefni, þá erum við svona svolítið heild. Og við höfum verið með alls konar, við ætlum að taka þátt í gjörningarhátíð í október og við bíðum eftir að komast til Rúmeníu. Til Rúmeníu? Já. Ok, hvenær, hvað að gera? Hvað ætla að gera þar? Við ætlum bara að vera með smiðjur og gjörninga og skapa list og fá svo Rúmena til okkar, en þetta er eitthvað sem átti að vera búið að gerast, en COVID stoppaði það og bara bíðum við og sjá hvernig ástandi í heiminum verður. En spennandi. Rúmenía. Aldrei einhvern veginn hefur mann pælt mikið í hvað er að gerast í listalífinu í Rúmeníu. Já, þetta er út um allan heim. Bara leita á réttum stöðum. Já, það er náttúrulega list allstaðar. Ég meina, annars myndum við ekki þrífast sem manneskjur hreinlega. Nei. Það er bara akkurat þannig. Og fólk heldur að bara, list skipt mikið máli, en ef það væri ekki list, þá væri allt ansi grátt og bara það sem að lífgar upp á og gleður, það er náttúrulega frábært. Og bara eins og Egill með málverkin, ég finnst alltaf ógeðslega gaman að sjá málverkin hans Egils. Það er gæfri. Það er bara, þau eru svo röff. Og svo er líka meiri gleði, það er fjölskylduleiðsögn á sunnudaginn klukkan 11 sýningarnar og það er ókeypis einnig. Í alvöru? Já. Herðu, þetta er frábært. Ég á 8 ára gamla dóttur sem að gerir mjög lítið annað en að mála og skapa. Hún er stundum bara ekki til fyrir neðan, ég hef sagt þetta áður, hún er ekki til fyrir neðan hálfstundum, sko. Hún er bara, og hún gleymir sér algjörlega, bara, þú veist, herbergina, guð minn góður, en þú veist, þetta er, hún gerir ekkert annað bókstaflega og hefur aldrei gert, þannig að þetta er dásanlegt. Sjáðu hvað þetta er ríkt í manneskjunni, að skapa. Já. Þetta er bara eitthvað sem að, ef við sér haldið að börnum, við getum bara verið með mest skapandi þjóðfélagi heimi ef við myndum bara breyta skólakerfinu og hafa þetta sköpun. Guð, já. Ég hefði dáið í skóla ef ég bara átti að vera í íþróttum. Já, ég líka. Þú veist, það er bara ræðilegt fyrir mig. En það er bara vegna þess að við erum mismunandi einstaklingar. Og við höfum öll þessa sköpunarþörf og hún bara brýst út í mismunandi hætti. Já, sköpun náttúrulega, ég meina það geti alveg verið sköpun í íþróttum. En það er líka hægt að tengja íþróttur og list saman. Já, algjörlega. Sjáðu bara húlagleðina á Siglufirði, hún Já, húladúlan. Húladúlan, takk. Akkurat, nákvæmlega það til dæmis. Já. En þetta hljómar dásanlega, þannig að það verður eitthvað fyrir algjörlega alla frá 2 ára upp úr hjá ykkur helgina. Skemmtilegt, líka gaman að fá bara fólkinn á gafl. Þetta er svo mikil, stundum þetta hlýtur að vera stundum svolítið mikil einyrkja vinna. Það er náttúrulega, ég er náttúrulega persónulega út um allt, sko. Þannig að ég er að gera svona samfélagslega verkefni og Egill líka og svona. Þannig að við erum ekkert feimin. Nei, þeir eru ekki svona... Nei, við erum algjörlega óhrædd við að sýna það sem við erum að skapa. Já. En
Já, jú. Já, já. Ég tala nú hver fyrir sig. Jú. En bara sem listamenn, þá var náttúrulega listamenn misjafnir. Já, rétt. Og bara á Akureyrarvöku þá bara held ég allir fái njóta sín. Dásanlegt. Mér finnst þetta, ég hefði ekki getað kosið betri lokaorð á þessu spjalli. Þannig að hjartans þakkir fyrir komuna og gangi ykkur vel og góða gleði helgina. Takk fyrir og sömuleiðis. Takk fyrir það. Og áfram höldum við.